ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum að ræða aðeins samgönguviku sem verður hérna á Akureyri. En ég ætla að gera svipað við þessa viðmælendur og ég gerði við þá síðustu og komaði pínu óvart með fyrstu spurninguna því að það var sprengja sem að fór í íslensku samfélagi í dag. Ríkisstjórnin fallin. Vöknuðu við þessi, þið hljótið að hafa lesið fréttirnar í morgun eins og allir, hver voru svona fyrstu viðbrögð ykkar? Já, mann brá bara ítilega við að sjá þetta. Fyrsta frétt þegar maður opnaði tölvunni í morgun. Já. Maður svona pínu bara áttaði sig á þessu, verð ég að segja. Já. Já, ég var reyndar ekki sofnaður þegar þetta kom á samfélagsmiðlana rétt fyrir miðnætti í gær. Já. Jú, þetta kom verulega óvart, en samt þetta svo margslungið að þú veist, það hægt að spá í þetta alveg frá öllum hliðum og persónum og leikendum og svo framvegis og einhverjir hefðu kannski fyrir löngu átt að vera búnir að þessu, það er alltaf ýmislegt búið að ganga á, en hvað fá í staðinn? Nákvæmlega, eru kosningar framundan, stjórnarkreppa, hvað er að gerast? Þetta er líka bara kemur á mjög slæmum tíma. Já. Það er leggja fram frumvarpið og þetta svona setur svolítið strik í reikninginn, heldur betur. Maður áttar sig kannski ekki endilega á því hvað gerist, stoppar bara allt í ferlinu á því sem það var að gera. Já. Hefur þetta áhrif á Akureyrarbæ? Nú situr þú í bæjarstjórn. Hefur þetta einhver áhrif á svona sveitarstjórnarstig? Í rauninni er kannski ekki tímabært að fara að hugsa út í það strax. Við þurfum svona bara aðeins að átta okkur á stöðunni og hvernig þetta fer næstu daga og vikur. Sko, hún er orðin pólitíkus. Heyrðu þetta? Þvílíkt dipló svar, konagóð. Endur að koma kosningarnar. Endur að koma kosningar. Já. En að málumálana, samgönguvika. Segðu okkur aðeins frá því hvaða fyrirbæri er þetta og hvers vegna er verið að halda hana? Já, þetta er evrópskt verkefni sem gengur út á það að fá fólk til þess að íhuga aðeins samgöngumátann sinn og endurskoða, fá fleiri til þess að ganga, hjóla og nýta sér almenningssamgöngur. Og hvað er á döfunni? Það er kannski ekki hægt að lesa alla dagskrána, en svona hvað stendur upp úr í þessari samgönguviku? Það er bara búið að skipuleggja ýmsa viðburði, hjólreiðada, fjölskyldunar, hjólamót, krakka og unglinga inn við Minjasafnið á sunnudaginn. Og þannig að það eru svona ýmsir viðburði sem eiga að leggja áherslu á þetta að nýta reiðhjólin og fæturna til að ganga bæinn, og það er ekki búið að leggja svo lítið í að byggja upp hér hjólreiðastíga og göngustíga á síðustu árum og margt verið afskaplega vel gert þar held ég, og bæjarbúar hljóta hafa tekið eftir því að hvílík bylting hefur orðið í þeim efnum, og í framhaldinu höfum við alltaf séð karla og konur þeysast bæinn í appelsínugulum og ultrableikum og gulum stökkum á einhverjum reiðhjólum sem engan óræði fyrir að væri hægt að búa til einhvernum fisléttum efnum með gíra sem eru fleiri en stjörnurnar í sólkerfinu þannig að það hefur orðið algjör bylting og ég held að við séum bara að reyna að ýta undir það. Já. Algjörlega, og Hjólreiðafélag Akureyrar er að taka mikinn þátt í þessu með okkur, bara stendur sér rosalega vel. Svo kannski að því að þú talaðir hjólreiðabyltinguna, þá er að nýjast að það er rafmagnshjólin. Sóley Björk, bæjarfulltrúi í okkur, hún er örugglega umhverfisvænasti bæjarfulltrúin, allavega að minnsta kosti hvað þetta varðar, en hún fer alla sinna leiða á rafmagnshjóli. Ég dreymi svolítið að fá mér svona, því að þetta tekur svona, að því að við búum náttúrulega í bæ þar sem er dálítið brekka. Já. Hún reynist allavega mér svolítið þungbær, en það er mjög gaman að svinga niður, og þessi rafmagnshjóli eru, þú hjólar actually og ert að hreyfa þig og svo tekur svona, kikka rafmagni með þegar maður nennir ekki alveg lengur. En það er ótrúleg breyting, eins og Ragnar segir, síðustu árin að í rauninni eiginlega má segja, mínu upplifun alltaf bara umhverfismálum almennt á Akureyri, því að við erum að sjá grænu stæðin, við erum að sjá náttúrulega flokkunarkerfið á sorpinu, við erum að sjá meiri segja olíu úr fetaosti verið að safna saman til að búa til eldsneyti og verið að virkja upp á Glerárdal gömlu sorphaugana til að fá metan í eldsneyti líka, og þetta er ótrúlega bylting, skiptir þetta mál, og svo náttúrulega metanstrætisvagnarnir sem er síðan frítt í, er þetta alltaf bara, er þetta áttin sem á að fara í? Þetta er stóra verkefni okkar, algjörlega. Við settum á stað Vistorku, sem er í regnhlíf yfir öll þessi umhverfisvænu verkefni sem við höfum stuðlað að, eins og þú varst að nefna, græna trektin,
Nýjasta verkefni Leifarnar sem box fyrir þá sem fara út að borða og eiga eitthvað eftir til þess að taka með heim. Sem reyndar snilld, nota það. Já, það bara alveg frábært og metanvagnin sem hefur bara gefið góða raun og við erum búin að skuldbinda okkur til þess að ef að vel gengur að fjárfesta í 2 öðrum slíkum til þess að nýta metanið sem við erum að framleiða upp á haug. Nákvæmlega. En gerið þetta sjálf? Hvernig þetta? Fariði, pæliði sem bæjarbúar bara og persónur? Pæliði í svona meira núna heldur en áður? Já, ég geri það alveg tímalaust. Já. Flokka allt. Það? Gerðu það? Já. Ég viðurkenni það að ég má alveg örugglega gera betur. Ég fekk ágætis ábendingu daginn þegar mér var sagt að allt sem fer í almennt rusl hjá okkur leti. Þannig ég hugsi til hvers skipti sem ég opnaði ruslatunnuna, get ég flokkað þetta eitthvað betur. Já, ég sá einu sinni, það var dálítið fyndið laust, þá var yfir almenna, þá var sem sagt 2 lok og þú opnaðir fyrra og þá stóð, ertu nú alveg viss? Já, og svo kom næsta lok. Og sumir sem settu almenna sorpið inn í, þvottahúsið eða geymsluna, þannig að það væri meira vesen að fara þangað. Já. Ég held að Akureyrarbær sé algjörlega í fararbroddi á landsvísu í þessum málum. En svo varst að telja við náðan og mjög gott hjá þér, þú alveg getið haldið aðeins áfram. Það eru fleiri atriði sem ég get nefnt. Þannig að ég held að bærinn sé að standa sig virkilega vel í þessum málaflokki og hefur á prjónunum að gera ennþá betur og ennþá betur. Og við sjáum það líka bara, ef þú ætlar að breyta heiminn þá er að byrja á sjálfu þér. Og við sjáum það í bara öllum sem fréttur send inn yfir okkur í hverja einustu viku og hverja einustu degi að við þurfum að fara að gera eitthvað í flokkun, umhverfismálum, hamla gegn mengun og svo framvegis. Ég meina við sjáum þetta náttúrulega bara í heimsfréttunum, Irma sem að gekk yfir Bandaríkin, auðvitað fær mann til þess að hugsa loftslagsbreytingar og þessar breytingar á og innan einhverja örfara ára verði meira plasti en fiskum í ákveðnum höfum. Og bara einn sorglegasta frétt síðasta árs las ég þá var orðið bara, ég man ekki, það voru einhver prósent plastmagns í fuglum. Þetta er ógeðslegt. Plast í neysluvatninu. Þetta er alveg bara ólofur. Þetta er víða og þetta er í sápum og sundlaugum og fleira og við þurfum kannski að hugsa það líka þegar við erum að kaupa inn í búðinni hvernig vörur þetta eru sem við erum að versla. Þetta er ótrúlega fyndið. Ég var ótrúlega gott á mig að þegar þetta sorpdæmi allt byrjaði á Akureyri þá ég skal viðurkenna að ég fussaði. Ég fikk bara alveg það sem ég þarf meira að gera í eldhúsinu, að skoða einhverja skýrdalla og fara að búa til meira vesi. Ég hef nú alveg nóg að gera og ég var ekki að tapa mér úr kátínu eins ótöff og það hljómar. En ég var svo heppin, ég var formaður listhlaupafélags Akureyrar á þessum tíma og við fengum þá fjáröflun að ganga í hús og kynna nýja sorpkerfi bæjarins sem var bæði og mjög gott og þannig ég þurfti að labba og banka upp á. Góðan daginn, má ég kenna þér nýja flokkunarkerfi og ég náði þess að heila þó sjálfa mig í gegnum þetta pitch, í gegnum þannig að það var og flestir voru með mjög fín viðbrögð þó að þetta hafi tekið svolítið tíma. Já, mér finnst þetta frábært. Við erum einmitt nýbúin að samþykkja umhverfis- og samgöngustefnu fyrir bæinn. Þar sem að mörg umhverfisvæn verkefni eru í rauninni í burðarliðnum og við erum að fara af stað í átak núna með Vistorku og vonandi Moltu og sveitarfélögunum öllum hérna í kring. Allskyns umhverfisvæn verkefni. Hvernig við erum að flokka betur, matarsóun, fatasóun sem er líka mikil. Og eigum við bara að vera best í heimi í þessu? Já, algjörlega. Bara þannig? Já, ég held líka innleiðingin á þessu inn í kennsluefni og inn í grunnskólan og svo framvegis er mjög mikilvæg og hefur verið góð og við skynjum þau örugglega öll í börnunum okkar að þau eru oft að tala fyrir okkur og leiðrétta okkur. Ég setti út hérna tyggjó í klósettskálina heima og dóttir mín sagði, pabbi, hvað ertu að gera? Og ég bara kom algjörlega fjöllum. Þá útskýraði fyrir mig að þetta væri bara plast og ætti ekki heiminn í klósettinu. Það er færu til sjó og svo framvegis. Eins er hún alltaf að stinga upp á því að við höfum plastlausan dag, tökum ekkert plast í búðinni og svo framvegis. Þannig að börnin eru framtíðin og þegar þau eru vel innrætt þá getum við svona eitt einhverja smá birtu í framtíðin og þurfum ekki algjörlega að fyllast tónleysi. Nei, nákvæmlega. Þrátt fyrir Trump og Kim Jong og þrátt fyrir blinduna sko. Þrátt fyrir ríkisstjórnina og þrátt fyrir þá er von. Algjörlega. Og leikskólinn og grunnskólinn eru virkilega að standa sig vel í þessari fræðslu. Já, og boltan sem við nefndum ekki einu sinni. Það er allt lífræna sem að fara að breyta í ábyrgð. Þetta er alveg magnað. En það er hægt að væntanlega svona lokum kynna sér samgönguvikuna á hvað? Facebook eða heimasíðum? Facebook og á akureyri.is. Það er þetta skráin. Þú glemdi kannski að segja frá ljósmyndakeppninni. Já, það var að fara að gera.
Svo náttúrulega verður ljósmyndasamkeppni í gangi eins og verið hefur síðust ára. Við byrjuðum 2012 að taka þátt í þessu verkefni og það verður ljósmyndasamkeppni eins og í fyrra, þar sem að þemað er samferða og það er bara að senda inn myndir á samak@akureyri.is eða merkja með millumerkinu samak17 fyrir Facebook og Instagram. Og bara ég hvet alla til að taka þátt. Já. Þáttakan var býsna góð í fyrra. En fólk vildi ekki alveg nóg vel þemanu, þannig að það er að gera að horfa svolítið á þema, samferða. Já. Senda inn myndir og það eru glæsileg verðlaun í boði, flunkunýtt reiðhjól og svo alls konar aukavinningar. Rafmagnsreiðhjól. Ég er ekki alveg viss að það sé rafmagns en það er örugglega einhverju voða fínu efni. Mér langar í rafmagnsreiðhjól. Nei, ok. Send inn mynd. Send inn mynd. Send inn mynd. Yndislegt að fá ykkur og ég bara hvet fólk til þess að fylgjast vel með samgönguviku hér á Akureyri en við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.